Góðan daginn, Gauti Páll og aðrir skákmeistarar. Í dag ætla ég að fjalla kóngfindiskovörn. Þetta svona mainline í kóngfindurinn, Birk B2, E5, stuttrókun, riddari C6. Og ég ætla að fjalla biskup E3 sem stundum kallað Georgíu afbrigði af því að það svo margir skákmenn frá Georgíu sem hafa telt þetta einhverjum ástæðum. Það líklega tengist líklega eitthvað sögunni. Hugmyndin með biskup E3 hér að hvítur vill leika riddari D2 og C5 kalla þeim vinna vel saman. Ég að spá í næstu viku kannski að fjalla bajonett árásuna með B4 en þá geta eiga svona eitthvað annað vopn líka. Ég myndi telja að riddari G4 væri aðaleikurinn á móti biskup E3. Við skulum kíkja fyrst á riddari H5. Ég sjálfur eiginlega hrifnastur að leika bara C5. Fyrst það svona einhvern veginn lógískt. F5. Tefla þetta einhvern veginn svona, riddari G5, F4, biskup D2. Og svartur alltaf með ákveðin veikleika á E6. Sjáum það, drótning B3. Og svartur nær í rauninni ekki sótt hérna á kóngsvæng sko. Já, ég var eitthvað aðeins að skoða. Það eru tveir möguleikar, hrókur D1, getur svona einhvern veginn. Það er alltaf veikt P hérna á G6. Og þetta er eitthvað svona framhald sem ég var að skoða en sérst að hvítur er með biskupparið og svartur með veik P. Jafnvel drótning D1 kemur til greina. Já, þetta virkar alltaf aðeins þægilega á hvítan, finnst mér, þessi stað. Riddari F4 gæti náttúrulega verið leikur sér. Þá væri að spá með biskup G4. Það er ekki svo mikið teóri í þessu, þetta er ekki alveg algengt og margt annað. Biskup G4 þá það er hrókur E1 hvítleikur. Hugmyndin er semst að drepa á F4 og leika E5. Þá er alltaf T6 skák. Og þetta virðist vera mjög vænlegt á hvítan. Það er allt í lagi að drepa hérna með P á F3. Við erum náttúrulega kall yfir en svartur auðvitað með P-inn. Ég myndi halda að hrókur D1 sé að koma. Og hrókur E1 er bara svona mjög solid leikur hérna. Og A6 getur verið leikur. Gæti telt svona einhvern veginn. Það er bara svipuð hugmynd. Ef hann drepur á F4 þá gæti E5 verið leikur. Og F drepur E4. Drótning D3. Biskup F5 og riddari D2. Og hvítur hefur fullt tak á stöðunni og svartur er ekki með svo gott, ekki mikið mótspil sko. Biskupinn á G7 er ekki góður. Og hrókur AC1 er að koma með pressu hérna. Þannig að þetta er nokkuð þægilegt. Þetta er líka F3 og valda riddarann betur og svo framvegis. Næst skulum við skoða riddari E8 sem er svona þetta gamli varianturinn í kóngsætturann. Þá er riddari D2, F5, F3. Þetta er svona hálfþvinguð atburðarás eins og maður segir.
og C5. Og hér aðalhugmyndin í þessum variant Georgíumannanna að riddarinn á aðgang á C4, hinn riddarinn á B6, svo pressa hérna með biskupnum og svartur verður auðvitað að reyna að ná einhverju mótspili hérna á kóngsvagninum, en það ekki svo auðvelt endilega. Nú við skulum byrja á H5, stríðdrepur, þetta svona hugmyndir sem með þessu. A4 getur athyglisverður leikur. Hrókur F7, þetta bara svona dæmi, þetta eflaust að tefla ýmsa vegu. Já, riddari C4, pressum, hugsanlega á D6 fljótlega, þannig B3, G4. Hérna datt mér í hug kannski nýtt koncept. Að drepa kannski bara á G4, leika hroðdrottning D1. Þetta nú ekki svona algengt í koncepturinnum að hvítur drepi svona, en ég var ekki aðeins að skoða þetta og það líkt nokkuð vel á þetta á hvítan sko. Hún gerir hérna beð á D6 og A7 og ef drottningi fer eitthvað þá hún gerir á G4. Ég sé enga sérstaka hættu í hvítstöðunni, riddararnir eru svo langt frá kóngnum. Þannig að þetta getur verið athyglisvert koncept að drepa bara á G4 og leika drótning D1. Hann getur náttúrulega ekki leikið riddara F6 af því að hangir hérna á D6. Nú ég skoði eitthvað G3, riddara G6. Það er hérna biskup G4 sem mikilvægur leikur. Þetta svona hálfgert tölvu framhald, en svartur með 2 kalla, en við erum með eitthvað 1 peð og sterkt frípeð á E6. Hrókur A3 sem sterkur leikur. Það gott að muna eftir A4 í koncentrunum, þá hefur oft hrókur A3 í hinum ýmsu stöðum. Þetta virðist vera nokkuð góð staða á hvítan eftir E7. Þá hóttum við hérna drótning B3 og bara mát. Já, mér fannst þetta var ágætis uppgötvun að drepa þarna á G4. Það er svolítið léttir að vita að það getur verið gott. Það var svartur í svolítið bobba hérna held ég. Drótning D1 komið þetta líka til greina, en stundum fær svartur smá counter hérna. Svartur riddaranum, drótning G5, riddari F4. Ég veit að tölvurnar með þetta betra á hvítan, en svona over the board þá finnst mann nú alveg svartur hafa eitthvað spil sko. Mér líst betur á eftir upp á G4 persónulega. Baka. Nú hrókur F6 annar leikur, valda betur D6 reitin og svona hrókin á G6 og stiði við H5 G4. Ég er spennt að drepa hérna. Skoða nú þetta C4 líka. Það er einhver skák sem ég rakst á. Þetta er svona thematíkt og ég held að hvítur sé nú með heldur betra núna. Yfirleitt vill svartur alltaf vera með hvítriddan biskupinn hérna á C8 í sókninni. Því hann styður svo vel við allt þetta system hérna. Sama riddarinn G7 þetta er nú þegar það væri bara afleitur sko. Og hér virðist hér draf með biskup í skákin, en betra var að drepa með riddara og drepa á E8 og drottning drepur þá A6 og peði rúla bara hérna upp í borð. Já, riddari C4 þetta er svona spurningum. Það hefur líka delst hérna, það er líka delst svona hrókur C1. Þá geta styðjast við alvöru skákir, kannski eitt svona trikk í svona stöðum eftir A6.
hvítur á leik. Ég hóta náttúrulega A7. Riddari C7, búm, sterkur leikur. Getur verið gott að muna eftir svona mótífum. Og svartur svona undir mikilli pressu hérna. Það eiginlega bara eitt plan hjá svörtum, það að negla á kóngsvæng. Dróning A7, fínn leikur, hóta aldrei upp á D7. Og þetta endatafli náttúrulega mjög gott á hvítan. Biskupinn svartrið náttúrulega afleitur sko. Og þetta var skákin Vorobjov Savenkov í Moskvu 2019. Og hér var svartur sattur lífdaga. Þannig að svona objectively þá er bæði þetta plan og riddari C4 finnst mér lofa góða hjá hvítum sko. Og riddari G6 kannski leikur en það er aldrei leikið í þessu sko. Já, þá skulum við vinda okkur í riddari G4 sem ég myndi segja væri mainline og ég ætla að koma með svona nokkra hugmyndir fyrir hvítan. Já, riddari G4. Svartur setur spurningamerki við hennar biskup B3 leik og hótar biskunum. Biskup G5 ætlaði að mæla með. Nú, hér eru tvei leikir F6 og H6. H6 er aðalínan, ég ætla að byrja á F6. Það myndi bara transpósa í svona svipað og við förum að skoða, eða A4. Þetta skiptir ekki miklu máli, þannig að við skulum halda okkur bara við H6. A4 er athyglisverður leikur, þá sjáum við hérna á örvanum, við erum með hugmyndir á borðið A5 og okkur A3 í hinum ýmsu stöðum. Það kannski góða við H6 leikinn hjá svörtum er að nú ef við ekki riddari G5 riddari E6 plan eins og oft áðan. En hverju ætlar svartur að leika hérna? Spurning. Mér finnst svona riddari F6 svona virkar nú eðlilegast á mig. Nú þá er hugmyndin hjá mér að drepa F5 sem er kannski líka dálítið öðruvísi en oft í konsenturanum. Það breytir dálítið karakter. Nú er svartur ekkert að fara að ná þessi F5 G5 plani sínu. Og svona byrja á riddaradrepur F5. Mér finnst svona biskup D3 virka eðlilegast. Það er svolítið veikt beðað á G6. H3 kemur líka til greina. Biskup D3. Það er alveg margir leikir en ég var að skoða C6, H3. Þetta er eitthvað framhald sem ég skoðar. E1 kemur til greina. Svartur með allavega veikleika á hvíturritanum og svo er eitt athyglisvert framhald hérna að drepa á C6 og leikar C5. Það felur í sér peðsvörn en og F4 ég myndi segja hvítu væri með svolítið hættulega bætu fyrir peð hérna sko. Það er ekki auðvelt að tefla þetta á svart. Auk þess er þessi peð hérna svolítið veik. Hvíta drottningin getur farið á C2. Svo er þetta spurning hvað er að gerast hérna á kóngsvænum, hvort sé að fara að opnast eitthvað fyrir stöðuna. Þannig að þetta er mjög athyglisvert framhald. Bara svona, ég ætla bara að benda á leiðir. Já. Svo er riddari D2 líka möguleiki. Þetta er mjög traustur möguleiki. Og
teflita einhvern veginn svona. Þessi staða töluvert betri á hvítan, það eru nokkrir veikir hlekkir í svörtu stöðunni. Og það alltaf leið bara að drepa B5 hérna eða leika F3. Þannig að já, ég myndi segja að það væri eiginlega bara valmöguleiki hvernig menn vilja tefla þetta hérna. Ég sjálfur dálítið hrifinn af þessu framhaldi af því að það er svo direkt, en það kannski bara svona minn skárstíll að spila þar inn í. Nú getur bara F5, það virkar rökrétt. Og rittara H4 góður leikur. Tökum við G6-reitina að rittaranum, opnum fyrir biskupinn og erum hugsanlega að spá með F4. Loka búðinu eins og Steini myndi orða Þorkell Þorsteinsson, fítimeistari. C6. Nú ég skoði eitthvað F4. Þetta hugsanlega ekki alveg ljóst, þetta framhald hér. Hugsanlega bara best að leika A5, auka við rýmið okkar. Leika hér rittari G6, ég syns það vera hansi lofandi staða á hvíta. Svartur sem er dálítið veikleika á hvítureitunum og við erum með rýmið á drottningvæng. Ég myndi halda að við sem að fara að leika biskup D2 fljótlega og það ýmsir möguleikar. Það spurning hvort við viljum hafa rókinn á A3 og rittarinn á E4. Já, svona heilt yfir þetta svona easy game á hvítan. Það rittar að H4 aðalhugmyndin í þessu. Það skal taka því fram að Georgi mennirnir hafa nú yfirleitt verið að fara biskupinn á D2. Ég held að biskup D sé smá endurbót aðeins nákvæmari. Þetta H4, C6. Svartur vill pressa á þetta D5 dæmið hana. Já, ég myndi kannski bara stinga upp á G3 hérna, mér finnst það nokkuð traustur. Skoða eitthvað A5. Þetta kemur vissulega til greina. Þetta svona einhvern meginn og síðan þetta fara kónginn á H1. Ég veit ekki hvort G3 sé leikur og drottning D2 og fara að ýta peðum hérna. Svo þetta alltaf spurning með einhverju svona möguleika eins og H3 og G4 hérna, hróku G1. Það þarf alltaf að vega og meta hverju sinni. Svartur dálítið bundinn líka við A7 með hrókinn út af biskunum. Þannig að drottning B3 þetta myndi ég halda að vera líka sterkt. Það svona playing on the both flanks eins og maður segir. G3. Völdum rittarinn á H4 og svona multi-purpose leikur, A5, hrókur A3, F4. Já, hvað annað, það er spurning. Svartur hugsanlega hræddur við F4, hvítur fara að leika F4. Það sé bara ágætt að tefla þetta hugsanlega svona og reyna á að hitta peð. Það er alveg óþarfi að fórna hérna skiptum en ég var eitthvað að skoða þetta og fyrst að tölvurnar segja þetta sé +1 á hvítan, þá hlýtur það að vera náttúrulega vanlegt. Sem að Róni á B7, biskup H3 getur farið að koma. Svo er E6-reiturinn mjög veikur og við erum með ansi líflegt spil. Peð fyrir skiptamun og hugsanlega 2 peð þetta á B7. Já, þannig ég myndi segja að biskup E3 væri alveg athyglisverður leikur og geta að hafa hann í vopnabúrinu. Þetta
Þetta er svona þess að eiga, kannski ekki nota of oft, þetta er svona þess að eiga góðan sunnudagsbíl, nota bara gott viður úti og keyra aðeins og njóta sín. En í næstu viku þá ætla ég að skoða Bajonett árásina sem svona ég myndi að halda í prinsipinu væri best, en ég sé svo sem ekkert aðbyrg B3. En já, þetta var bara svona mínar hugsanir í þessu. Takk fyrir.